herðu, þá ætlum við að slá á þráðinn norður til Akureyrar. Þar hann Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor, sem tíður gestur hérna við Rauðaborðið. Blessaður Hilmar. Þetta góðan dag. Herðu, það kannski eðlilegt að byrja á, ég hef ekki að segja fréttum dagsins. Það Donald Trump var að skrifa á samfélagsmiðlinn sinn, sem hann rekur sjálfur, að Pútín væri búinn að missa það eiginlega. Er þetta merkileg yfirlýsing, Hilmar? Nei, mér finnst þetta málið það að Evrópa og svo Bandaríkin líka hafa verið að biðja vopnahlé og Rússar eru búin að segja það held ég meira en ára. Þeir hafa ekki áhuga á vopnahlé, þeir vilja friðarsamninga þar sem ákveðnum skilyrðum fulla sem við höfum talað þessi þætti og búið margoft. Það hefur komið fram og þessum skilyrðum hefur ekki verið fullnægt og Rússar vilja ekki vopnahlé, þeir vilja friðarsamninga og það ákveðin skilyrði sem þeir hafa sett sem eru hörð í augum Úkraínumanna sem sem Úkraínumenn hafa ekki viljað fallast á og meðan heldur stríðið áfram. Það sem vekur athygli núna það að það eru svo loftvarnir Úkraínu séu bara horfnar eða hafa veikst mikið. Þannig að það eru mikið eldflaugum að lenda í borgum þarna, þar á meðal í Kiev og ég var að horfa á viðtal við utanríkisráðherra Bandaríkjanna. Þetta svona Patriot Missiles, þegar vantar Patriot Missile Systems, loftvarnakerfi, að þau eru ekki til lengur í Bandaríkjunum og það verið að reyna að útvega meira til Úkraínu en við sjáum bara Úkraína komin hérna í slæma stöðu því árásirnar þær eru harðar og eru að lenda inn í borgunum. Það er ekkert að skjóta þetta áður þetta kemur en það er alveg ljóst að Zelenski, hann er að kalla eftir aðgerðum Vesturlanda og þá gjarnan refsiaðgerðum án þess að segja hvað það er og við vitum ekkert hvað menn að tala um. Það er ekki hægt að beita neinum sérstökum refsiaðgerðum umfram það sem búið er að gera nema að Bandaríkin hætti öllum viðskiptum við Indlandi eða Kína bara, hætti þeim viðskiptum eitthvað slíkt. Það gengur ekki upp. Mér fannst hann sagði Zelenski, hann Trump sagði everything out of his mouth causes problems. I don't like it. And it better stop. Bara að segja að hann er bara að segja honum að halda sig saman og hann bara að segja honum að það segi ekki meira. Þannig að þetta sé bara spilli fyrir. Og hann segir þetta fyrir hann samfélagsmiðla eins og bara hann gerir iðulega án þess kannski að sé búið að hugsa það mikið stundum á næturnar. Og reyndar það með Trump að hann stundum hefur hann einhverja skoðun núna og svo eftir klukkutíma þá var hann komið eitthvað allt annað en eins og til þess með tollana á Evrópusambandið. Það kemur mér ekki óvart að árásin haldi áfram. Það kemur mér óvart að koma þessi yfirlýsingar Bandaríkjanna að loftvarnakerfin, eldflaugarnar fyrir loftvarnakerfin sé ekki til lengur þar og Evrópa náttúrulega í slæmri stöðu líka. Macron hefur sagt að þessi bara komnir á botnin varðandi vopn. En að staðan slæm og ég kemur ekki óvart að stríðið haldi áfram ef að það þannig að Zelenski vill ekki gefa neitt eftir og Rússar vill ekki gefa neitt eftir og með 2 samningsaðilar sem gera ítölsku kröfur, hvoruðu vill gefa neitt eftir, þá ekki því niðurstaða. Og þess að tala vopnahlé, ég skil ekki alveg, það kannski þú skilir það betur. Af hverju Evrópa að tala vopnahlé, það búið að liggja fyrir í meira en ára, vopnahlé eitt sér ekki nóg fyrir Rússana. Báðir aðilar verða að vera með. Og ég skil ekki hvað það nema það að ég veit ekki hvort þetta að því Evrópa telur að það sé betra að halda stríðinu áfram, vilja halda stríðinu áfram, vonum að eitthvað breytist og vilji raunverulega ekki semja og það sem Bandaríkjamenn hafa þó verið að reyna að gera í að koma á friði, hefur Evrópa ekki stutt og svo var vekur líka athygli mína þegar ég og þú höfum verið að ræða þessi mál núna í meir en 3 ár að þá hefur alltaf verið sagt að þessi vilji semja, hvort sem það vopnahlé eða friðarsamningar að það séu ykkur í Chamberlain, þeir luti svo Chamberlain og verið að semja við Hitler og verið gert lítið úr slíkum aðilum eða sagt að það séu pútinistar. Núna eru ansi margir Chamberlainar og pútinistar í Evrópu, leiðtogar Evrópu eru allir að biðja samninga og vopnahlé. Þannig að þetta er algjörlega snúist við. Áður var ekki hægt að semja, það mátti ekki semja, það var að berjast síðasta manns, en núna er þetta algjörlega snúist við. Og það vekur athygli mína, en ég held að til þess að fá vopnahlé, þá þarf að skoða kröfur Rússa og ákveða hvernig að bregðast við þeim og hvort það sé að finna ykkur að málamiðlinn.
En ef maður ræður í þetta, ég veit ekki hvort að það sé ráðlegt að reyna að ráða í nætur tíst Trump, en til dæmis það sem hann segir Zelenski raunverulega ekkert nýtt. Hann hefur eiginlega sagt þetta allan tíman að og til dæmis á frægu fundi í Hvíta húsinu að hann væri bara að ýta með sinni orðræðu, ýta okkur í 3. heimsstyrjöldina og þar undir göttunum. Hann hefur áður sagt að Zelenski trufli bara og hann er svo herskár að orðræða hans mun aldrei leiða til þess að setja ná okkur viðræðum. Trump hefur hins vegar svona gefið til kynna að það væri hægt að ná frið með því að ef að Úkraína gæfi eftir eitthvað landsvæði og annað slíkt. En þarna hann að segja að Putin ætli sér alla Úkraínu sem eiginlega svona ný lína frá Trump og raunverulega ný lína frá flestum sem hafa verið að greina það hver væri þá svona kröfur sem að Rússar gætu sætt sig við í einhverjum mögulegum samningum. En þarna segir hann og talar eins og Putin hafi bara mist vitið, hann ætla sér að taka alla Úkraínu. Er þetta heldur þetta sé eitthvað sem að Trump hefur frá sinni leyniþjónustu eða úr samtölum við Putin eða einhver áhrifamenn þar að raunverulega sé staðan í þessu stríði orðin miklu verið núna en Trump og hans félagar mátu bara fyrir 1 mánuði, 2 mánuðum? Og Putin hefur verið rússnesk yfirvöld hafa verið að biðja að fá þessi 4 óblast sem eru þarna og ekki bara það sem þau eru að taka heldur eftir það sem þau eru eftir að taka eða telja sig geta tekið bara með lengri tíma. Það það sem hann hefur krafist og hann hefur krafist NATO, Úkraína fær ekki NATO verið hlutlaus. Það eru deilur út af gjaldeyrisvarasjóð Rússlands og svo náttúrulega vill hann örugglega ekki borga neina stríðsskaðabætur. Það hafi líka orðið tjón í Rússlandi, þannig að ég meina hann vilja gera neitt af því. Þannig að en ég hef aldrei sjálfur haft trú, vandinn í alþjóðasamskiptum er það að þú kemst ekki inn í höfuðið á þjóðarleiðtogunum og ég veit ekki nákvæmlega hvað Putin er að hugsa, ég veit það, get aldrei vita það. Og svo verð ég að skjóta því inn að kannski vill maður heldur ekki fara inn í höfuðið á sumum af þessum mönnum. Nei, ég meina þú getur aldrei vita ég get ekki vita alveg fyrir víst hvað Putin er að hugsa. Ég get aldrei vita. Ég get heldur aldrei vita alveg nákvæmlega hvað Trump er að hugsa eða Zelenski. Ég meina það getur verið að Zelenski sé tilbúin að gefa eitthvað eftir. Hann vill bara ekki hafa frumkvæði að segja það. Af því hann pólitískt er það bara ekki eitthvað sem gengur upp fyrir hann. En sko, þannig að þeir eru með spil á hendi og veist ekki, ég hef aldrei haft trú á því að ég held að Putin sé aðalega hugsa svæðin í Úkraínu sem eru Rússar annarkvort í meiri hluta mjög fjölmennir og síðan mikilvægar borgir, ég held að Odessa sé stærsta hafnaborg á Svartahafinu, hann hafi áhuga á henni og Kharkiv sem var einu sinni höfuðborg Úkraínu sem mjög stór borg, eitthvað svoleiðis en hann taka alla borgina og fara allar ef landamærum Póllands. Mér finnst það frekar langsótt, þetta er landið bara 600.000 ferkilometra og þegar þú ert komin þarna vestur þá ertu eiginlega eingöngu Úkraínumenn sem búa þarna og þeir myndu berjast mjög hart, sko, þannig að ég hef ekki trú á því, en eins og ég segi, ég veit það ekki, ég sá að Trump sagði þetta, Putin vildi bara taka alla Úkraínu, en það sem vekur athygli samtíma ef að loftvarnir Úkraínu eru bara hættar að virka og þeir hafi ekki eldfluga lengur til að verja sig, get ekki varið sig lengur, þá er það náttúrulega sko vandamál og þá náttúrulega getur hvatt Putin til að taka meira af landinu og ég held að með tímanum muni kröfur Putin bara herðast. Það er að segja ef þetta heldur svona áfram að hann hefur meira vopnum, hann er með öflugri vopnaiðnað, hann hefur meiri stjórn á sínum vopnaðinni, Bandaríkjunum með vopnaðir en með meiri með einkavæddur. Bandarískildur kaupa vopni dýruverði á meðan ég held í Rússlandi sé þetta aðalega ríkið sem framleiðir þetta og bara til tilskipunum og þannig að sko ég að þessu leyti þá held ég að krafa Putin muni bara vaxa en ekki minnka eftir því sem framleiða stundir. Þannig að þetta er ekki, og það er skilja alveg að Trump skuli vera farin að segja hluti og ég meina það er engum tilgangi fyrir Trump að segja að Putin sé orðinn brjálaður. Ég meina, auðvitað stríð brjálaði, ég meina, stríð í Afganistan sem stóð í 20 ár var brjálaði, stríð í Vietnam var brjálaði, auðvitað stríð brjálaði, en ég meina, held að Putin sé ekki orðinn brjálaður. Hann er bara að gera eitthvað sem hann heldur að muni styrkja stöðu Rússa og kannski er hann að vona að það muni binda enda á stríði fyrr ef hann herðir sókn. Hvort að það sé rétt eða ekki og hvort að það rætist, það veit ég ekki um.
En má ekki vera að sé hægt að túlka þetta tíst Trump þannig að hann horfir á, eins og þú ert að benda á, að loftvarnirnar eru að bresta og þannig að Rússar hafa meiri aðgengi í því að gera loftárásir á þær borgir sem alltaf ná og raunverulega borgir sem kannski alltaf heldur ekki að ná bara til þess að valda sem mestum skaða. Og Trump uppbylur það að Putin hafi kannski stöðu til þess að ná jafnvel meiri landsvæðum að kröfur hans séu að vaksa og hann sér að hann sé orðin brjálaður. Hann bendir á að allt sem að Zelenski segir er þetta bara til þess að magna ófriðin og fjarlæga okkur frá því að ná okkur friði og endanum þá segir hann þetta er bara ekki mitt stríð, þetta er stríð Zelenski og Putins og Bidens og ég fæ hendur mínar að þessu og eins og hann sé bara yfirgefið þetta og bara það gerist sem að við mun gerast. Thank you very much, goodbye. Já, ég held að það sé rétt greining. Ég held að sko, hann getur ekkert gert. Það er kannski tvennt sem hann getur gert. Hann getur reynt að þvinga Zelenski til að fallast á megin kröfur Putin og fá stríðið það hætti. Það gengur ekki upp af því að Zelenski getur það ekki og hann vill það sennilega ekki og hann getur það ekki. Evrópa vill það ekki. Þeir tala ennþá harðari refsiaðgerðir. Það er ekki hægt að aflétta refsiaðgerðunum nema að Evrópa séu með borð því að mikið refsiaðgerðunum og mesta gjaldeyrisvarðaforðunum sem að Rússland er búið að taka að frista frá Rússlandi er í Evrópu. Það er ekki hægt að semja. Þannig að hvað gerir hann þá? Þá segir hann ég er hættur, ég er farinn. Þið getur átt þetta vandamál. Og ég held að það sé alveg lógist sko. Ég meina ef hann getur ekki fengið neinar tilslakanir í Úkraínu og ef að Evrópa hefur engan áhuga á því að hætta þessu stríði og þeir eru að koma með alls konar hugmyndir eins og að senda NATO-hermenn inn í Úkraínu og kalla á friðargæsluliða og svo framvegis, þá er ekki hægt að semja og þá kemur að því, held ég, og þetta er rétt hjá þér, að þá muni Trump segja, ok, það eina sem ég get gert er að fara frá þessu. Ég hef bara önnur mál í gangi sem eru mikilvægir en þetta og það er þá aðalega Austur-Asía og Kína, en svo náttúrulega er ástandið fyrir botni Miðjarðarhafs slæmt og því miður í utanríkismálum þá hefur Trump ekki náð neinum árangur frá því hann kom til valda. Ég meina, Úkraínu vandamálið er ennþá til staðar, það er bara versna og staðan til botni Miðjarðarhafs er algjör skelfing og ég er alveg sammála Trump sko að það er alveg skelfilegt að horfa upp á þetta mannfall og sé verið að sprengja þetta inn í borgir og konur og börn deyja algjörlega saklaust fólk sem er bara vill svo til að það er á röngum stað á röngum tíma. Ég hefði gjarnan viljað hann segja það sama Gazasvæðið að þetta væri hörmulegt og tala ekki segja eitthvað Netanyahu sem er sambærilegt það sem hann sagði Trump, sem hann sagði Putin. Ég hef ekki heyrt það, hefur þú heyrt það? Nei, ég hef ekki heyrt það. Herðu, en Hilmar, ég ætlaði að ræða við annað mál áður en að Trump sendi frá sér þetta skeyti. Ég ætlaði að ræða við Ísland og Evrópu af því það er í stjórnarsáttmálanum að það eigi að ganga til atkvæða ekki á næsta ári heldur það næsta þjóðaratkvæðagreiðsla hvort að ég halda áfram aðildarviðræðunum og það er í stjórnarsáttmálunum að ég kalla til erlenda sérfræðinga til þess að meta krónuna og evruna enn einu sinni. Það er búið að vera mikið mat á því fram og tilbaka og þetta kemur bara, það eru kostur og gallar að báðum einu og svona. En það er í stjórnarsáttmálunum. Og þetta er náttúrulega gríðarlega mikið mál og svona þungt og seigfljótandi og maður myndi ætla það að í aðdraganda svona þjóðaratkvæðagreiðslu þyrfti að vera mjög öflug og víð umræða þetta en það hefur ekkert mikið farið fyrir henni. Nei. Hvað má ég spyrja þig svona hvernig þú metur það svona stöðu Íslands og Evrópu og hefur það áhrif á þær vangaveltur hver staðan er í Evrópu bæði út af öryggissjónarmiðum, út af kröfum aukin útgjöld til hernaðar, ríki eru að taka meiri lán til þess að standa undir hergagnaframleiðslu sem að mögulega gætu þá bara veikt evruna, ég kann ekki að meta það og svo er náttúrulega stjórnmála óvissa í Evrópu og svona margt í deglunni. Myndur þú segja að þetta væri svona heppilegur tími fyrir okkur að leggja þessa spurningu á borði hvort þau ættum að labba að inn? Nei og það náttúrulega við náttúrulega löpum ekki þetta niður, það tækir mörg ár að gera þetta er mjög flókin aðgerð, líka stjórnarskráin í Íslandi, hún gerir þetta ekkert auðvelt en ef maður spyrjar á varðandi stjórnríkisstjórnin segir náttúrulega að kjósa það ekki síðar en 2027 og þá er 1 ár eftir að kjörtímabilinu eða verður á því ári. Hvernig á að gera þetta? Maður hefur hvergi fengið og ef maður spyr þá er því bara ekki svarað. Fólk er ekki virt svars.
sem vill hafa umræðu þetta og ég held að sé mjög mikilvægt að fari fram umræðu en ef að ríkisstjórnin vill ekki segja og vill ekki tala neitt þetta til hvers nú þá með þetta þarna inni og svo líka þetta með að fá sérfræðinga það voru gerðar ítarlegar athuganir á vegum Seðlabankans 2012 til dæmis og 2018 þá var talað að taka upp myntráð sem ég held að sé tómvitleysa kom út úr þeirri rannsókn það var fengið prófessorar frá Svíþjóð frá Lundi til að skrifa það ég held að það hendi ekki Íslandi það myndi henda löndum eins og Íslandi til dæmis nei, alls ekki Íslandi Hilmar, verður að skjóta hér inn hvað myntráð fyrir þá hlustendur sem að lása ekki þessa skýrslu hvað fyrirbrigði það? Þá var hugmyndin svo að Ísland gæfi bara út krónur sem væru bakkaðar upp af gjaldeyri sem við eigum. Þú gæfir ekki út neitt meira af krónum heldur en til í gjaldeyrisvaraforða eða til einhvers staðar sem að Íslenska ríkið hefur yfir að ráða geti þess vegna leyst inn alla krónuna til sín. Þetta gerði Eistland. Verðbólga í Íslandi og Lettland og Litáen hún fór í 1000% þegar Sovétríkin féll eða eitthvað svoleiðis. Það var algjör kaos. Þau tóku upp myntráð með Svíar studdu þetta og þá gátu þeir bara þá ekki þá bara væri krónan og kannski evran væri þá myndi vera nota samhliða sem gjaldmiðill, krónan væri ennþá til en myntráð hefur engan sjóð til þess að hjálpa, segjum að bankarnir þrír sem við erum með, hvað eru margir, það eru 3 stóri bankar allavega, ef að þeir lenti í vandræðum og þeir þyrftu að fá aðstoð, þá Seðlabankinn hann til þrautavara, þú veist hann lender of last resort, þrautavara banki, slíkt myntráð myndi ekki leyfa það, því það hefði bara peninga til að leysa inn krónur ef það þurfti að halda og taka þær allar inn þess vegna og láta það evrur í staðinn og svo náttúrulega og myntráði geti heldur ekki lána ríkinu, núna Seðlabankinn lánastofnun ríkisins að hann liðkast til fyrir lántökur ríkisins og það á hans vegum, hann gæti ekki gert neitt slíkt, þannig að hann myndi hafa mjög takmarkað vald og það sem að þetta var Lars Jónung sem nú þekktur prófessor frá Svíþjóð sem ég hef verið í sambandi við, ég reyndar bara í tölvupóstina því að ég hef verið að skrifa þetta líka áður fyrr, að hann talaði þetta, en þetta var ekki, þessi leið var ekki farin og það sem ég finnst líka vekja athygli að það allt annað ef þú ætlar að taka upp myntráð, ef þú ert með bankakerfi sem miklu leyti í eigu Íslendinga og íslenska fyrirtækja, bankakerfi Íslandi í miklu leyti í eigu íslenskra lífeyrissjóða. Þannig við erum að og ríkisins, Landsbankinn í eigu ríkisins. Já, það er Landsbankinn og svo var talsverður hlutur á Íslandsbanka og þetta er mikið eigu, þannig að þegar við erum að tala vaxtaokrið þá erum við lífeyrissjóðirnir að fá mikið af þessu sjálfur, þeir fá þetta og borga svo okkur út seinna. Ég meina ef þeir okra ég er ekki að afsaka vaxtaokrið, ég bara að segja það að lífeyrissjóðirnir, allir þessi stóru hagnaður sem kemur á bönkunum, hann fer að miklu leyti í lífeyrissjóðina sem á að fjármagna okkur þegar við förum á eftirlaun og svo líka fara þeir til ríkisins, eins og bendir á, þá Landsbankinn langmestu leyti í eigu ríkisins, en allavega ef að þú varst að tala Eistland til dæmis, sem var vísað í þegar Lars Jónung var að kynna þetta, að þá það þannig að í Eistlandi þá þessi bankar í þessum löndum þarna á Íslandi, Lettland og Litáen, þeir eru að mestu leyti í eigu erlendra aðila. Svíar eru það langstærstir, en það eru fleiri, Danske Bank hefur verið þarna, fleiri bankar og normenn líka. Þetta er mest í eigu norrænna banka, þannig ef að þeir myndu lenda í vandræðum, þá myndi Ríksbank koma leið, held ég, og grípa inn í atburðarásina því að þeir eiga þetta. Hér á landi er ekki slíkt til, en mér finnst þessi hugmynd gölluð, enda hlaut hún ekki brautargengi og ég hef talað þetta við starfsmenn Seðlabank, sérfræðinga nokkra og þeim leist ekkert á þessa hugmynd og Þá eru valkostirnir sem eftir eru krónan sem að við eigum að þekkja, en ég meina hún er svo sem breyst það er ekki krónan undanfarin 10 ár er ekki kannski sambærileg og krónan var á 10. áratugnum eða 8. áratugnum, það er ekki verið þessi sveiflur á krónunni sem að við þekktum þegar við vorum yngri, Hilmar. Það er annars hún og svo er það hins vegar evran. Það sem ég var eiginlega að koma að í spurningunni var hvort að þessi breyting sem á sér stað í Evrópu, að nú voru til dæmis Þjóðverjarnir sem hafa verið svona kjölfestan í evrunni að samþykkja það að leyfa ríkinu að skulda meira því þeir þurfa að fjármagna hernaðaruppbyggingu, hefur
hafa þessar ákvarðanir sem augljóst að hvert Evrópuríki fætur öðru muntaka og ríki sem inn í evru að auka skuldir sína til þess að fjármagna hernaðaruppbyggingu, mun það hafa áhrif á styrk evrunar? Já, ég held að evrusvæðið sé verulega miklu vandi og það er ekki langt síðan að Seðlabanki Evrópu gaf út viðvörun að það geti verið skuldakrísa inn á þessu svæði og það sem gerist núna eins og út að benda á það hernaðaruppbygging í gangi og Þjóðverjar eru búin að afnema þessar reglur sem eru, þeir má ekki vera með halla, samkvæmt Maastricht-samkomulaginu má ekki halla ríkissjóði vera með 3% af vergri landsframleiðslu og skuldir ekki nema 60%. Þetta er löngu sprungið. Og það sem gerist það sem hefur gerst líka það að kreppur eru svo tíðar. Við vorum í kreppu 2008-2009 sem var alþjóðleg kreppa sem var mjög erfið. Síðan kemur COVID, síðan kemur Úkraínustríðið og þar hafa verið mjög tíðar kreppur og þessi lönd hafa ekkert náð að jafna sig inn á milli. Ísland hefur hins vegar náð að jafna sig. Okkar skuldastaða núna síðast ég gáði er svona 60% af vergri landsframleiðslu cirka sem við skuldum en það eru mörg lönd miklu verið sett. Ég meina Ítalía kannski 140% sem stórt hagkerfi. Þetta þriðastærsta hagkerfi Evrópu, Frakkland annarstærsta hagkerfið kannski 110-120%. Núna á svipuðu róli Já, og helmingi meira og það eru mörg önnur lönd en þessi stóru bitar, þetta var alveg ekki bara Grikkland, það var með allt í klassu og það var ekki hægt að, þetta er eins og Hotel California you can check in but you can never leave, þú getur ekki, ef þú ferðin í myndbandalag þá ferði ekki það út auðvitað aftur og það var ekki hægt að láta Grikkland fara út. Grikkland fór inn í evrusvæðið á fölsum þjóðhagsreikningum og svo uppgötaðist það seinna, þetta var ekkert að marka þessar þjóðhagsreikninga og þeir voru miklu verið settir heldur en að var talið. En svo núna við hins vegar komið með þessu stór Ítalía, Frakkland og Þýskaland komið yfir líka og ekkert aflögufært lengur og þeir eru búin að afnema, kanslari Nýi var að lýsa því yfir, að afnema svo kallað fiscal rules sem eru þessar reglur sem ég var að vísi í Þýskalandi til þess að þeir gætu byggt upp öflugri her. Og svo kemur líka annað að hann hefur lýst í yfir að Þýskaland þurfa að hafa öflugasta her í Evrópu og tók held í fram sérstaklega þetta er öflugri her til Bretland. Þarna sérðu Bandaríkin að draga sig út og þá byrja þessi lönd að keppa hver er stærstæstur og hver er sterkastur og við höfum séð það tvær heimsstyrjaldir koma út úr því. En allavega Þjóðverjar eru nú að tala um að fara að byggja upp öflugasta her í Evrópu sem þurfa að vera sterkari en Bretland og væntanlega sterkari en Frakkland líka og þetta þýðir náttúrulega það að það verður meiri óvissa og líka það að þessi lönd byrja á vondum stað, þau byrja með allt slæmum skuldastað. Þegar í kreppunni 2009, þá var svigrúm og svo COVID, já, kannski. En svo þegar Úkraínustríðið kemur og núna, þá er ekkert svigrúm lengur, þau eru illa stödd þegar þau byrja og það þarf að líða alltaf, við vitum að koma kreppur öðru hverju, en það er að líða ákveðið tímabil þess að löndi jafni sig, en þau hafa ekkert náð að jafna sig. Við hins vegar náðum að jafna okkur og meðalans af því að 2016 var sett töluvert gjald á alla sem tóku peninga út eftir hrunið, sem tóku gjaldir út úr Íslandi eftir hrunið, á sett gjald sem var stór biti, þannig að við vorum með mikinn afgangur ríkissjóðs á tímabili, þannig að okkar skuldastaða, hún er miklu skárri heldur en, og ég meina, í meðaltal skulda Evrópusambandsins, sum lönd skulda frekar lítið, það er samt sem kannski 90%. Ekki okkur 60%. Þannig að mér líst ekki sérstaklega vel á þetta fyrir þess að gríðarlega miklu óvissu og svo að vera að tala um að setja tolla, Trump að setja tolla á Evrópusambandið. Við vitum að Trump fyrirlítur Evrópusambandið og hann fyrirlítur marga af leiðtogum Evrópu. Það getur alltaf komið okkur við eins og þú bentir á að það mun taka okkur langan tíma að fara þarna inn og ég meina að þess að ég segi að óskonum ykkur stauða þá verður Trump líklega bara dáinn þegar að því kemur. Já, ég veit ekki, það má vel vera. En allavega það, við þurfum að vera eftir að við farin í Evrópusambandið, þá þurfum við að vera í minnstakosti 2 ár áður en tekið upp evruna og sennilega mun lengur. Við þurfum að fullnægja ákveðnum kröfum líka verðbólgu og slíka hluti sem er ekkert víst að við fullnægjum þá skuldastaðan okkar sé alveg sæmileg og okkar staða í ríkisfjármálum, hún er ekkert afleidd. Nei, mér langar einmitt að spyrja það, Hilmar, af því að stundum er talað um þetta hlutfall og við erum kannski með svipað skuldir af landsframleiðslu, ríkisskuldir, opinberar skuldir og Þýskaland. Munurinn er hins vegar sá að íslenska ríki borgar miklu hærri vexti af þessum skuldum og ég man að einhvern tímann nefndi að rekna það og bar saman vaxtabyrði ríkisins á Ítalíu sem að skuldar næstu 150% landsframleiðslu og íslenska ríkisins sem er bara rétt yfir 60.
að íslenska ríkið að borga sko vaxtabyrðin miklu hærri á Íslandi þó svo að hlutfallið sé lægra vegna þess að við erum með krónu og hærri vexti. Já, það ákveðin óhagræði að Seðlabanki Evrópu stendur á bakvið allt Evrópusambandið en samt sem áður þá höfum við ekki það hefur ekki það getur vel verið við sem að borga hærri vexti og það segjum til dæmis ef að Grikkland segði sig út úr Evrópusambandið þá myndu þeir borga mun hærri vexti heldur en að þeir borga í dag. Þeir myndu bara drukkna þann daginn, Hilmar, eða ekki? Hvað séru? Þeir myndu bara drukkna þann daginn ef þau færu út úr Evrópusambandið. Já, það myndi vera mjög erfitt, en ef við erum að horfa bara á stöðu, evran var sett á fót 1999. Ef við skoðum hagvöxt hjá evrusvæðinu og Íslandi á þessu tímabili, þá er 1,4% af meðaltali evrusvæðinu en 3,1% á Íslandi, hagvöxtur. En það reyndar er ekki inn í því að Ísland okkur hefur fjölgað, við höfum verið að flytja inn vinnuafl. Ef þú tekur þetta, ég er að taka þetta sem stærð hagkerfisins, okkar hagkerfið þanist út töluvert mikið á þessum frá 1999 til 2024 tæplegum á aldarfjórðungi. Við höfum stækkað mjög mikið og við höfum verið að taka inn mikið af erlendu vinnuafli, en ef að þú leiðréttir fyrir fólksfjölda, sem ég er búin að prófa líka að gera, að þá myndi það því að með þessar tölur, þá tekur það 40 ár fyrir okkur að tvöfalda verga landsframleiðslu á mann á raunvirði, en Evrópusambandið meira en 60 ár. Svo náttúrulega fyrir utan það, þá eru við með atvinnuleysi sem við vorum á þessu tímabili 25 árum með 4,4% atvinnuleysi og að meðan Evrópusambandið með 9%. Við erum að nýta okkar vinnuafl mun betur heldur en þeir, en á móti kemur að verðbólga okkar var 4,9% en hjá þeim 2,1%. Þeirra verðbólgumarkmiðið 2,2% og þeir eru með 2,1%, þeir eru nokkurn veginn á markmiðinu. Við höfum ekki náð því, við erum með 2,5% eins og Noregur til dæmis, við erum með sveiflukenndara hagkerfi og ég held að Noregur sé með það líka. Seðlabankar eru venjulega með 2% eða 2,5% eitthvað slíkt. En við erum með minna atvinnuleysi á móti. En við erum með minna atvinnuleysi á móti. Já, verðbólgan okkur hærri 4,9%. Já, við erum með minna atvinnuleysi, við erum með mun meiri hagvöxt, það er mun meiri kraftur í okkar hagkerfi og ég held að sveigjanleg efnahagsstefna í ríkisfjármálum og peningamálum ef hún geti verið góð og ég Seðlabankinn líka, ég man eftir því þegar hrunið 2009 þá var Seðlabankinn algjörlega breytt. Þá var gerð ný lög og það var sett á fót peningastefnunefnd, fjármálastöðugleikanefnd, ég man hvað heitir, og síðan fjármálaeftirlitsnefnd og það eru miklu betri fagmenn í Seðlabankanum núna heldur en voru þá og Seðlabankinn er miklu öflugri heldur en það var þá. Það er miklu, maður sér það, það er ekkert langt síðan ég var þar á fundi og hitti þarna einn af þeirra helstu sérfræðingum og það er miklu meiri fagmennska þar en það sem vandamál náttúrulega sem gerist varðandi verðbólgan sem hefur verið núna, sem hefur verið mjög þrálát, hún er ekki eins og oft er vegna eftirspurnar, vegna þenslu í eftirspurn. Þetta er ekki frá eftirspurnarhlið, þetta er miklu leyti frá framboðshlið og það er mjög erfitt að eiga við það ef það er verðbólga frá eftirspurnarhlið, þá getur þú glímt við hana með vaxtahækkunum. Með því að reyna að draga úr eftirspurn, með því að gera dýrar að taka lán. Hins vegar ef hún er frá framboðshlið eins og í COVID, þú voru að loka fyrirtækjum, þú voru að stöðva alls konar starfsemi. Það er ekki vegna þenslu, það er vegna þess að þá myndast verðbólga því það er bara verður vöruskortur eða útgrænsið þegar það verður til dæmis eða í Miðausturlöndum þegar tímabili stöðvaðist eða drógu flutningum á Rauðahafinu. Það getur stafað því það er skortur ákveðnum vörum, ákveðnum hlutum og þá hækkar verðið út af því. Eins og við þekkjum frá húsnæðismarkaðnum, hann drífur áfram verðbólguna vegna skorts, en það er vandamál og framleiðsluhliðin ekki eftirspurnarhlið. Já, það er alveg rétt, það getur verið að við erum að gera greinum á því að vaxtahækkanir og til þess að stýra verðlagi út með vaxtahækkunum, það gengur miklu betur ef að þú ert með eftirspurna, umfram eftirspurn og það þenslu þannig, en það gengur verr og kannski ekki á þeim stöðum þar sem þú ert með það sem þú ert með skort vegna það sem að kalla í COVID broken supply chains. Svo er það líka annað að við mælum verðbólguna öðruvísi heldur en Evrópusambandið. Við erum með samræmda vísitölu neysluverðs
Consumer Price Index á meðan að Evrópusambandið notar samræmda vísitölu neysluverðs sem Harmonized Consumer Price Index og inn í því hjá Evrópusambandið ekki húsnæðisliðurinn sem þú varst að nefna sem að við höfum verið í vandræðum með vegna þess að við erum skort á húsnæðalandinu og mikil hækkun á húsnæði sem að ýkir verðbólguna hjá okkur. Ef þú ert að bera sama verðbólguna sem Seðlabanki Evrópu gefur upp og verðbólguna sem Seðlabanki Íslands gefur upp að þá töluvert skekkja bara því þeir eru ekki að mæla að það mæliskekkja af því við erum með aðra aðferðafræði heldur en þeir. Já. En Hilmar, má ég aðeins að því að nú erum við að líklega að sigla inn í kannski 2-3 ára af svona Evrópuumræðu, það bara óhjákvæmilegt og ég svolítið að nota því til þess að draga svona einhverja línur sem að við munum kannski halda svona áfram með rauðaborðið og fá þig og fleiri aftur til þess að ræða. Eitt af þessu sem alltaf verið að stilla upp eins og þú hefur svo sem gert að hér ertu með Ísland og krónusvæðið og hérna ertu með Evrusvæðið og þetta náttúrulega munurinn svo gigantískur á þessum svæðum að maður velti fyrir sér býtu þetta sanngjarn samanburður og við getum tekið kannski, akkur berum við ekki saman bara Ísland og Lúxemborg sem eru bæði svona lítil hagkerfi sem hafi bæði farið í gegnum svona, já, svolítið svona boom og vöxt, það var gríðarleg fjölgun íbúa í Lúxemborg svona fyrra á öldinni, þegar ég var að leita að einhverju landi sem hefði fengið jafnt hraða fjölgun erlendra ríkisborgara þá fann ég að það var sambreytt ástand sem hafði verið í Lúxemborg og ég var svona velta fyrir mig hvort það hefði verið sama álaga á grunnkerfin þar, skólana og húsnæðiskerfi og gat ekki fundið það, var eins og þeim hefði auðnast einhvern veginn að mæta þessu betur. En væri ekki eðlilega fyrir okkur að finna eitthvað svona svæði inn í Evrusvæðinu sem að hefur notið til dæmis gríðarleg fjölgun túrisma eða eitthvað slík eða svona uppgangs í hagkerfinu í staðin fyrir að vera að bera okkur 400 saman við, já, guð má vita hvað eru margir inn í Evrusvæðinu, ekki 300 milljónir eða eitthvað? Ég hef skrifað 2 bækur nýlega, eina 2018 og 2023, þar sem ég að bera saman Ísland við Norðurlöndin og Eystrasaltsríkin og svo Vísegrænlöndin. En ég hef gert það og þessar bækur eru bara til, ég meina þær eru á Amazon, ég meina ég ekki segja ég sé að skamma þig sem hefur svarað þessu spurningum, en ég að nefna þetta. Ég hef verið að fjalla þetta, ég að skrifa bókakafla núna sem ég að bera saman Íslandi Evrusvæði, þetta alveg rétt sem þú segir, auðvitað eru löndin misjöfn, en okkar kerfi eru þannig að við auðvitað getum við borið okkur saman við hin Norðurlöndin, við getum gert það og ef við skoðum Noreg, þá eru þeir með sin eigin gjaldmiðil, sin eigin krónu sem hafa stundum verið í vandræðum með eins og við með okkar krónu. Svíarnir höfnuðu evrunni í þjóðaratkvæðagreiðslu og eru með sína krónu. Danir eru með fastgengistefnu við evruna og okkur hefur bara gengið sæmilega í samanburði við þessi lönd. Ef við skoðum Eystrasaltsríkin, þau eru með fastgengistefnu og þegar ég var að vinna í Alþjóðabankanum á sínum tíma, ég var að byrja að vinna það 1990-91 þá heldur margir að þessi lönd myndu bara ná Norðurlöndunum á kannski 30 árum, kannski jafnvel fyrr. Þau eru ennþá langt á eftir, þau eru með fastgengistefnu. Þau hafa verið með mikið atvinnuleysi sem reyndar hefur eitthvað verið að minnka. Það er eðlilegt þegar lönd fara úr áhættunarbúskap yfir í markaðshagkerfi að þá það er eðlilegt að þau þá er það mjög stór hluti af fólkinu að tölvöld gömlu fólki sem passar ekkert inn í markaðshagkerfi sem gat unnið í áætlunarbúskap en það verður mikið atvinnuleysi en allavega ef við skoðum hagvöxt og allt þarna þá hefur þetta allt saman gengið frekar treglega það hefur lengi verið mikið atvinnuleysi gríðarlega mikið fólksflótti þarna ætti í dag að vera 12 milljónir manna en eru bara 6 og ekki mikill hagvöxtur og svo bætist við staðan í Evrópu að Evrópa predikar það að Pútín ætla að taka bara alla Evrópu, gleypa alla Evrópu kannski bara, það margir eru með þessa hugmynd og ég hef verið að fara til Eystrasaltsríkjum að kenna þar í 20 ár og maður spyrir þeir tala svona, hvað haldið þið að margir fyrirtæki vilji fjárfesta í ykkar löndum ef þeir eru að predika þá tala það að það verður bara loftarásir inn í Ríga og Tallinn og Vilnius svipað eins og í Kiev og þeir tala mikið þetta það verði bara, þessi lönd verði bara tekin og það sé bara nokkur ár Pútín muni jafna sig í nokkur ár eftir að Úkraína fallin ef hún fellur í þeim skilningi, ég held hún falli í þeim skilningi að hún tapar töluvert miklu landi og miklum auðlindum en hún tapar ekki ég er ekki sammála á Trump að Pútín taki
alla Úkraínu nema bara Úkraínu herinn bara algjörlega hrynji. En ég hef ekki talið það líklegt. En þessi, sko, ef við berum okkur saman við Norðurlöndin, þá gengur okkur bara sæmilega vel. Bara eina landi þar sem með evruna Finnland. Má ég spyrja það einu öðru, að því að eins og ég hef sagt áður, þá er ég að velta fyrir mig svona hvernig umræðin muni þróa svona næstu 2 árin í Evrópumálum. Ein röki sem við munum heyra þegar menn eins og þú koma fram með svona samanburð og eitthvað fleira og svo koma ykkur aðri með annan samanburð sem á eitthvað að rökstyðja aðra niðurstöðu og þá mun koma fram fólk og segja, þú veist, við getum alveg talað svona endalust og það er þetta að finna kosti og galla. Þegar uppi staðið verður spurningin, sko, með hverjum ætlar að vera í heimi sem í háskalegri stöðu og okkar staður Evrópa, það sem fólk sem næst okkur, samfélög sem eru líkust okkur, hagsmunir sem eru okkar hagsmunir og þar höfum við götunum. Það er svona, snýst þetta kannski ekki það, auðvitað heldur lífið áfram hvort sem við erum í Evrópusambandinu eða ekki, en þetta er bara ákvörðun það, svona, liggum við að segja bara which side are you on, og við erum Evrópumegin í lífinu, sérstaklega út af þróuninni sem að verða í bandarísku stjórnmálum. Hvað segir þessi rök? Ég var nú gestaprófessor Cornell, hérna fyrir, það verða 10 ár síðan þetta var. Þá var ég að tala við prófessor þar sem heitir Peter Kazakshtein, sem mjög þekktur, einn með þekktari alþjóðasamskiptasérfræðingur Bandaríkjanna og hefur komið til Íslands. Og hann sagði við mig, þið eru miklu líkar okkur heldur en Evrópabú, sagði hann við mig. Ég held að hann sé að þýskum uppruna. Þið eru bara miklu líkar okkur. Ég búið í Bandaríkjanum sjálfur, í New York og Seattle og Berkeley og í það sem Cornell Ég meina, ég hef verið þar og ég get, sérstaklega Washington-fylki finnst mér að það er mjög sterk norræn áhrif þar, að við erum að mörgu leyti lík því fólki. Erum við mjög lík Grikkjum? Erum við lík Slóvenum eða erum við líka Tékkum eða erum við líka Ítölum? Ég held ekki, ég held að við séum ekki líka þessu fólki eða Frökkum, ég held að við séum ekki, við erum lík Norðurlandaþjóðunum og við erum, ég hef búið í Eystrasaltsríkjunum með 3 ár og farið þangað í ótalskipti og kennt þar í 20 ár. Ég held að við séum mörguleiti lík þeim, mörguleiti. Þannig það sé eiginlega svona náttúruleg staða Íslands að vera fyrir utan Evrópusambandið í miðju Atlantshafinu og reyna að rækta upp góð sambönd bara við allt og alla. Við erum náttúrulega hluta Evrópusambandinu, því við erum með EFTA og við erum á Evrópska efnahagssvæðinu og við erum með samningum á Evrópska efnahagssvæði, þannig við höfum aðalda sameiginlegu markaði og við erum í Schengen sem reyndar núna margir deilum, þannig að við erum hluta Evrópusambandinu bara svipað nátt Noregur. Það getur breyst, en ég ekkit vissum að ástandið, þú demdir ástandið í Bandaríkjunum og svo að tala að Trump kannski ekkert vel langlífur, ég veit það ekki, en ég vil ekkert vera ganga út af því ástandið í Bandaríkjunum að það þó að komi 4 ár sem eru svona óvissu ár að það verið þannig til eilífðar. Við höfum unnið með Bandaríkjunum alveg síðan 1949, eða reyndan fyrir, alveg frá því að bara miklu fyrir raunverulega við vorum að vinna með þeim í seinni heimstyrjöldinni og þá var þeir viðurkennt okkur 1944, áratugum saman og það hefur verið mestuleyti gengið vel. Þannig að ég held í öryggismálum þá erum við áhrifasvæði Bandaríkjanna, en það eru hinn Norðurlöndin ekki. Þau eru á svæði sem Eystrasaltinu og landamæri Finnlands og Íslands og Lettlands og Litáen við Rússland eða rússnesk svæði. Við erum ekki á neinu öryggissvæði og ég held að okkar staða sé allt önnur heldur en meginlands Evrópu þegar kemur öryggismálum. Þannig að öryggismálin eru í höndum Bandaríkjanna. Það var reyndar, ég heyrði að það var viðtal, ég sá bara var viðtal við John Bolton á Ísland, heyrðirðu það? Já, ég náði ekki, það var svo mikil hamagangur hérna yfir helgina, ég náði ekki alveg að hlusta á það, en ég heyrði af því. Það sem hann talar eða svipuðu nótum og við svo sem rætt að Ísland sé hluti af öryggissvæði Bandaríkjanna og þannig það bara. Það sýnir hvað við erum vel á okkur. Já. Ég nú ekki alltaf sammála John Bolton. Nei, blessunlega ekki ég heldur. Ég er ekki sammála honum, en ég er sammála honum í þessu. Já, hann hefur sagt marga skrýtna hluti. Til dæmis sagði hann það þegar Trump var að reyna að fá Nóbelsverðlaunin og var að semja í Norður-Kóreu, þá sagði hann og velta við sig hvaða módel á að nota til þess að semja við Norður-Kóreu og þá vildi John Bolton nota Líbíumódelið og þú veist hvernig Gaddafi endaði. Og það þótti nú ekki vera, og Trump var reyndist honum fyrir það sem von því þetta var ekki mjög
gott, en allavega John Bolton, hann náttúrulega mjög vel að sér að mörgu leyti, hann talaði það að við ættum að forðast að láta vekja athygli Trump á okkar stöðu, að við séum ekki með her, og hann var spurður hvort við ættum að, samkvæmt þessum heimildum sem ég las, sem íslensk blöð, sko, hann var spurður hvort við ættum að taka upp her og stofna her, og hann taldi það ekki, hann taldi við ættum að efla landhelgisgæsluna vegna þess að hún gæti gegnt hlutverki fyrir allt NATO-kerfið og það það sem við höfum verið að tala og það það sem var í raun eftir okkur að gera. Við erum með grundarna fyrir utan það að landhelgisgæslan farin að vinna með NATO og Keflavíkurflugvelli bara í eftirliti í kringu landið og komin inn í þetta kerfi. Við ættum að efla hana og ég sammála honum með það og við ættum ekki, eins og það var tíðanbyrja alltaf forsætisráðherra Íslands að fara að hringja í Trump út af Grænlandi og það síðast öllu sem ég myndi gera, ég er alveg sammála um að sammála John Bolton að við erum að halda okkur til hlés. Við erum ekki neina deilum við neitt og við eigum að halda upp eins vinsamlega samskipti við Kína eins og við getum, en það takmörk hvað við getum gert. Bandaríkjamenn geta stoppa okkur í vissum málum að hafa gert. Við ætlum að vinna á náum með þeim. Sko, listinn fyrir smáríki að eiga traustan bandamann, sæmilega traustan bandamann og Bandaríkin hafa verið sæmilega traustan bandamann lengi. En verið í góðum samskipti við önnur lönd og það önnur stórveldi, en ekki það nánum samskiptum að það fara að pirra stórveldi sem okkar aðal samstarfsaðili. Það að segja, ef við förum að vinna með Kína í beltandrót og Bandaríkin alveg brjálar á móti því, þá getum við eiginlega ekki gert það, verðum að draga okkur í hlé. Þannig við viljum að halda góðum samskiptum, en það megi ekki vera á náin. Ef það verður of náin og fyrir að pirra Bandaríkin mjög mikið, þá fer það að trufla okkur. Það held í listin. Varðandi Evrópusambandið, þá erum við með mjög gott samband við Evrópusambandið. En varðandi þetta, ég skil ekki alveg ríkisstjórnina að hún skulle ekki gera grein fyrir því hvað hún að hugsa. Halda kosningar 2007, þá var árið eftir kjörtímabilinu, það vitað að það tæki töluvert langan tíma, það var ekkert byrjað að ræða sjávarútvegsmálin eða landbúnaðarmálin þegar síðast þessar umræður voru í gangi, það var ekkert byrjað að tala nema bara hálfgerð, það var verið að ræða einhverja footnotes, það var ekki verið að ræða aðalmáli sem hagsmunamál fyrir okkur sem viðkvæm fyrir okkur. Og það landbúnaðar aðalega sjávarútvegsmálin. Það var ekki gert og hvað á að gera? Og það þarf að halda kosningar eða segjum að byrja að semja, fyrst til þjóðaratkvæðagreiðslu, segjum að það verði meiri hluti þjóðarinnar sem að samþykkja það, sem að veit ekki neitt þá þarf að byrja að semja, það tekur langan tíma og við vitum ekkert hvað svör hefði fengist í síðustu viðræðust, það stóði frá 2009, 2013 eða ekki, og það var bara hætt öllu og ég held að það verið þannig og það þarf að bera samningin undir þjóðina og hvort að hún samþykki samningin sem næst, ef það næst ykkur samningur og svo það líka væntanlega að valda framsals að breyta stjórnarskráni og þú veist hvernig hún og hún þannig að þú verður að sækja það Alþingi verður að greiða atkvæði tillögu og svo verður að rjúfa þing búa til kosninga og svo verður að greiða atkvæði aftur algjörlega nákvæmlega sömu tillögu og má ekki breyta henni. Þannig að það er mjög erfitt að sjá hvernig þetta á að gerast. Herðu, Hilmar, takk fyrir að koma og ræða möguleika á aðild Íslands að Evrópusambandinu, stöðunni í Evrópu og við reyndum að fara aðeins inn í heilabúið á Trump og Putin og komum við aðeins í mati Bolton, öryggisráðgjafa fyrrverandi, sem var áhugavert og ég ætla að fá að ræða næstir í þig, að þá ætla ég að fá að tala við þig svona raunveruleika þeirra ríkja sem eru á svona skilgreindu öryggissvæði stórvelda sem að Úkraína eitt af þeim löndum, Ísland eitt af þeim löndum, þú hefur mikið verið í Víetnam sem eitt af þessum löndum sem í svona nábíli við stórveldi og hvernig það hefur áhrif á utanríkisstefnuna. Ég held að það væri áhugavert samtal. En ég ætla að þakka fyrir í bili og gaman að fá þig með þessa fínu aðstöðu sem út með heima hjá þér, gott hljóð og góð mynd og það auðveldur okkur til þess að heyra oftar í þér, Hilmar Þór. Kæra þakkir. Þakka kærlega fyrir. Takk kærlega. En við ætlum að vera við rauðaborðið áfram. Það margt framundan enn í þættinum. Næsti kafli eftir augnablik. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.